komið sæl. Nú ég komin upp í Grafarvogskirkju og hjá mér situr æskulýðsfulltrúi kirkjunnar. Viltu kannski kynna þig? Já, ég heiti Þóra Björg og æskulýðsfulltrúi hérna í Grafarvogskirkju, búin að vera í þó nokkur ár. Og hvað ertu að starfa svona aðalega við? Það sunnudagsskóli og 6-9 ára starf og 10-12 ára starf og unglingastarf. Og við erum náttúrulega á fleiri stöðum en hér í hérna hverfinu. Já, Grafarvogur er svo rosalega stór. Já. Þannig að þið ekki bara í þessari kirkju með eitthvað starf. Nei. Hvar eru þið líka? Við erum með svona kirkjusel, alveg á hinum endanum í hverfinu. Ok, en þið þurfum alveg 2 rými fyrir starf ykkar. Já. Og viltu segja mér aðeins frá sunnudagsskólanum, þegar við erum með svona litla dúllu með okkur, fyrir þessi yngstu. Hvað er svona helsta brallið sunnudagsskólanum? Það er náttúrulega sungið og Hafdís og Klemmi á myndbandi. Svo er brúðuleikhús og við förum í leiki og hlustum á sögu og litum og fáum djús og límmiða. Já. Það er alltaf mjög skemmtilegt sunnudagsskólanum. Ef þú hugsa svona 2-3 orð sem að þið dettur í hug þegar þú hugsa sunnudagsskólann í Grafarvogskirkju, hvaða orð koma svona upp í höfuðið? Skemmtilegt, fjör og kærleikur. Af hverju kærleikur? Það er bara alltaf svo mikil kærleikur. Hvort sem þessi sunnudagsskólinn eða eitthvað annars þar, það er alltaf góður andi hérna og skemmtilegt. Og svona fyrir utan sunnudagsskólann, hefðbundna sunnudagsskóla og sunnudögum, hvað er það að gera meira skemmtilegt? Sko, við erum alltaf með í hver einustu viku, þá er barnastarf yfir veturinn, sem sagt. Við erum með 2 6-9 ára hópa og 10-12 ára hópa og unglingastarf. Og svo erum við líka reyndar með mjög öflugt sumarstarf hérna. Hér er alveg tróðfullt á öll leikjanámskeið á sumrin. Og það eru svolítið krakkarnir sem að skila sig líka inn veturinn. Þannig að það er svona, við erum svolítið svona einstór fjölskylda hérna. Þekki alla í hverfinu og svona, og þegar krakkarnir fara síðan og eru að fermast, þá er þetta skemmtilegt að vera búin að fylgja þeim öll þessi ár. Svo finnst eins og eigi smá í þeim. Þannig að þau koma hérna á leikjanámskeið á sumrin, koma svo inn í vetrarstarfi og eru hérna bara þannig að fermast. Já, og vonandi þetta lengur, sko. Nákvæmlega. Hvað eru svona að gera með svona 6 ára og eldri krökkunum helst? Hvað er það að gera með þeim? Við allt á milli heims og jarðar. Það fer auðvitað bara fullt af leikjum og föndra og svo tökum við þátt í alls konar eins og jól í skókassa og einhverjum svoleiðis verkefnum. Hvað er jól í skókassa? Þá söfnum við saman hlutum sem við setjum inn í skókassa og þessir skókassar eru fluttir, þá er ég að tala um föt og dót og tannbursta og svoleiðis, til Úkraínu, til barna sem að fá ekki annars jólagjafir. Þannig að jólagjafir fyrir þau. Þannig að þeir eru að taka þátt í svona hjálparstarfi. Já. Og hvað svona, af hverju eiga krakkar að koma í kirkjuna? Hvað er það sem þið fá svona út því að koma hingað? Sko, fyrst og fremst held ég að sé bara ótrúlega skemmtilegt. Bara ótrúlega gaman. Já. En það sem ég vonast til þess að þau fái er að þegar þau komi hingað í kirkjuna, það sé svolítið svona þeirra auka heimili. Ég vona að þau komi hérna og þeim líði alltaf vel og ég reyndar upplifið að þau geri það. Og þetta er svona, hér fá allir að láta ljósið sitt skína. Já, fá allir að njóta sig. Allir njóta sig. En ég finn það að þú búin að segja að þetta er svo bara, að ég bara finna sig heima og þetta sé bara svo einstór fjölskylda. Já. Það hljómar ótrúlega vel. Já, ég held að það sé svona þannig. Bara hvet krakka til þess að fara í kirkjuna í sínu hverfi. Þetta er ótrúlega skemmtilegt.